Komið sæl og blessuð og góða kvöldið þessum fallega sumarkvöldi í lok maímánaðar. Ég ætla nú ekki að hefja þetta á mjög neikvæðan nótum en það er samt nauðsynlegt að minnast þess að það er vel innan við mánuður í að daginn fara að stytta. En þá skulum við snúa okkur að jákvæðari hlutum hér á vettvangi bókaklúbbsins. Við höfum fengið til okkar afar góðan gest mætan, Dr. Guðna T. Jóhannesson, sagnfræðiprófessor og fyrrverandi forseta Íslands. Það hefur lengi staðið til í mínum huga að fá hann hingað á þennan vettvang, fyrir því eru ýmsar ástæður. Ég hafði sett hann á blað strax í upphafi þegar við vorum að teikna upp hugmyndina á klúbbinn, en það skemmdi ekki fyrir að Guðni lagði það eiginlega til á einu tímabúti sjálfur hann kæmi, svo ég upplýsi það. Þá var ég að reyna að lokka hann í viðtal og öðrum vettvangi sem hann hafði ekki áhuga á, en svona hann gerði mér tilboð að koma þessi stað á vettvang bókaklúbbsins. Ég auðvitað þóttist ekkert ætla að þykja það þá, en svo heyrðumst við fyrir allnokkru síðan og úr varð að klúbburinn tekur fyrir nú í þessum mánuði afar merkilega bók eftir hann, Stund milli stríða, saga landhelgismálsins 1961-1971. Örstuð til fróðleiks þá kynntust við Guðni árið 2008 á því herrans ári. Þá vorum við báðir kennarar við lagadeild Háskólans í Reykjavík. Guðni var að vinna að ævisögu Gunnars Tóróðsen sem er annað frábært rit sem við ættum einhvern tímann að taka fyrir ef að það verður einhvern tímann prentað að nýju. Ég held að það sé löngu uppselt. En svo tókst hann á hendur athyglisvert verk þegar bankarnir rundu með Brauki og Bramli og skrifaði bók sem að, ef ég maður rétt, nefnist Hrunið. Já, ég er höfundur hrunsins. Já, þú ert höfundur hrunsins, já. Það er reyndar uppákoma eða atburðir sem að fengi ýmis heiti. Nýjasta heitið heyrði ég frá Þórði Pálssyni hagfræðingi í liðinni viku sem kallaði þetta klandrið. Og mér fannst það ágætis lýsing á þeim atburðum öllum. Við höfum nú tekið þá atburði fyrir hér á þessum vettvangi í allavega mýflugumynd. Ég sé að Geir H. Haarde vinnur okkar er hér í salnum. Fyrsta bókin sem við tókum fyrir í klúbbnum var einmitt ævisaga hans, alveg frábært verk. En á ný, Guðni, þakka þér fyrir að gefa þér tíma til þess að setjast hérna niður með mér og ræða þetta rit. Það er ekki seinna vænna því að það fer að gefast tækifæri til þess að setjast aftur niður með þér með öðru riti, en við ræðum það betur eftir. Áður en við kannski köfum ofan í sértæk efnistök þessara bókar, þá hefði ég áhuga á að fá þig til að útlista með eigin orðum hvað fyrirbærið þorskastríðin er. Þetta er safnheiti sem hefur óljósa merkingu í hugum margra, en hvað merkir þetta í þínum huga? Það skal ég gera með glöðu geði. Það þarf enginn að pína mig til þess að tala um þessi átök, þorskastríð og landhelgismál Íslendinga. Og bestu þakkir fyrir að bjóða mér. Allt satt og rétt sem Stefán Einar minntist á hérna, það var annar ónefndur viðburður sem hann bar upp við mig, hvort að ég myndi vilja mæta á og ég eftir nokkra umhugsun, þá bara tóku við þessar ströngu samningaviðræður og hér er ég komin. Vildi miklu frekar vera hér en þar og segi bara frá því í endurminningum mínum hvaða viðburður þetta var sem ég hafði ekki eins mikinn áhuga á að vera á. En það er reyndar alveg mjög frábær viðburður og skemmtilegur í alla staði. En kannski líka vegna þess að ég mætti ekki, heldur annar í minn stað. Og ég fagna þessu framtæki að bókaklúbbur sé stofnaður og gengur svona glimrandi vel. Mér finnst það frábært og ég ætla ekki að segja fagnaður efni á þessum síðust og verstu tímum, því að við bara lítum í kringum okkur hér er bara ilmar loftið að nýútkomnum bókum og því ber að fagna. Sem ég segi það, þá kemur einmitt næsta bók hér út 1. september í þessari sem verður ritröð Stund milli stríða, saga landhelgismálsins 61-71. Þetta eru þorskastríð sem vísað er til og nú ætla ég að gefa ykkur stystu mögulegu útgáfu af sögu þorskastríðanna. 1901, Bretar og Danir semja 3 milna landhelgi umhverfis Ísland.
Seinni heimstyrjöld, straumar og stefnur breytast á sviði hafréttar. Bandaríkjamenn, ríki Rómönsku Ameríku, hyggjast færa út kvíarnar og sú hugmynd kviknar og eflist að ríki megi taka að sér alltaf 200 mílum. Við erum ekki á þeim buxunum þar en færum út í skrefum, fyrst úr 3 mílum í 4 árið 1950 til 52. Hvað gera Bretar? Segja, þið eruð að brjóta á rétti okkar á hinu frjálsa hafi. 3 mílna reglan er það sem skal blífa aldur og ævi og svöruðu með því að setja á löndunarbann, komið sem sagt í veg fyrir að Íslendingar gætu selt ísfisk í breskum höfnum. Og nota bene, Stefán Einar minn, þetta stutta útgáfan. Ég er ennþá að segja frá í stuttumáli, þótt ég sé bara komið til 52. Ég er alveg rólegur. Já, gott er. Enda svo var tíð að enginn þorði að grípa fram í fyrir mér, en ég veit að það gildir ekki lengur. Krókur á móti bragði. Þetta er í hita kalda stríðsins. Íslendingar nýorðnir aðilar að NATO, Bandaríkjamenn koma hér á nýjan leik með sitt herlið 51, austur í Moskvu. Ég segi ekki að menn sjá þessi leik á borði, en þeir bjóðast til þess að kaupa fisk af Íslendingum. Okkur sárvantar nýja markaði. Og Bjarni Benediktsson, seint talinn besti vinur Moskvuvaldsins, sér leik á borði ásamt öðrum í forystusveit íslenskra stjórnmála og það gerður risa samningur mitt Íslands og Sovétríkjanna. Við seljum fisk og hvað kaupum við? Jú, timbur, olíu, pizza, vodka og þar fram eftir göttunum. Og þetta vekur ugg í Washington. Er Ísland að færast í faðm Kremlverja og Bretar verða að láta undan, gera það með semingi, fallast á þessa 4 mílna lögsögu umhverfis Ísland árið 1956. En Adam ekki lengi í paradís, 58 færum við út aftur í 12 mílur og straumurinn er með okkur og staðreyndir. Sovétmenn færðu út í 12 mílur, eða kröfðust 12 míluna miklu fyrr og hvað gerðu Bretar í því? Þeir vildu veiða þarna upp frá upp í Barentshafi. Þeir gátu ekkert gert. En gagnvart litla, saklausa, vopnlausa Íslandi, sögðu þeir, þetta þolum við ekki. Löndunarbandið hafði ekki gengið og nú sigldu bresk herskip á Íslandsmið til þess að vernda breska togara fyrir því að íslensk varðskip færðu þá til hafnar fyrir ólöglegar veiðar. Hiti mönnum hér á Íslandi, það er fært út 1. september og herskip koma samstundis á miðin. Það er fjölmennur mótmælafundur á Lækjatorgi og Magnús Kjartansson, ritstjóri Þjóðviljans, þrumar þar yfir líðin eitt besta slagorð íslenskra stjórnmálasögu: við semjum ekki við Breta, við sigrum þá. Og svo fór mannfjöldin að breska sendiráðinu og grýtti þar og braut og bramlaði aðeins í smástund. Hvað gátum við gert? Ekki mikið. Varðskipin sigldu og gerðu það sem var síðar kallað að illegala. Þetta er nýtt íslenskt sagnorð þá, að illegala. Og þeir eru sumir hér í salnum sem kannast við þetta og mun eftir þessu. Gamlir gæslugarpar. En sem sagt, og þá var sagt á ensku með sterkum íslenskum hreim auðvitað. Og þá fattið þið hvers vegna við tölum að illegala. You are fishing illegally. Icelandic waters. You must leave immediately. Og hverju svaraði Bretinn? Bugger off. Og við gátum svo lítið annað gert. Við höfðum ekki þær bjargir sem seinna á komið til sögunar. Tímans straumur okkur í vil. Alþjóðasamfélagið er að færast í 8-12 mílna lögsögu, fiskveiði lögsögu. Munar engu á 2 hafréttarráðstöfnum að sú lögsaga verði lögfest. En gerist ekki. Og þá erum við að komast að því að það verður stund milli stríða, því að Bretar gefa eftir 61 og fallast á með semingi 12 mílna lögsöguna
og við förum svo að því aftur og eftir, en ég ætla að klára þorskastríðsöguna. Þetta fyrsta þorskastríðið frá 58 til 61. Friður kemst á og varir í 10 ár. Og takið eftir þessum, því að okkur hættir til, okkur Íslendingum, að svona velja og hafna þegar við rifjum upp alla þessa sögu. Kenningin gjarnan sú í okkar sameiginlega minni að við höfum alltaf staðið saman og alltaf unnið fullan sigur. En þá skulum við rifja upp hvað Lúðvík Jósefsson okkur sagði við lok þessa þorskastríðs. Leiðtogi sósíalista, sérstaklega í landhelgismálum, fordæmir samningin við Breta sem gerður og samningin við Vestur Þýskaland sama efni og þrumar í þingsal: þessi landráðasamningur sem nú verið að gera mun ekki vara stundinni lengur en þessi ríkisstjórn situr sem nú situr. Leið og hún fer frá völdum, fellur þessi samningur úr gildi. Það reyndar ekki þannig á alþjóðu vettvangi að ríkisstjórnir geri bara samninga og svo hverfi þeir og verði ógildir. En látum það vera. Stjórnin fellur 71 og ný ríkisstjórn kemur til valda og fær fylgi meira og minna út á þeirra kröfu að það verði fært út einhliða í 50 mílur. Ríkisstjórn Framsóknarflokks, Alþýðubandalags og Samtaka frjálslyndra og vinstrimanna. Og þarna eru foringjarnir Óli Jó hjá Framsókn, Lúðvík Jósefsson hjá Alþýðubandalagi og Hannibal Valdimarsson hjá Samtökum frjálslyndra og vinstrimanna, sem vinnur stór sigur á Vestfjörðum mikið til út á þetta, að við verðum að færa út lögsöguna og gerum það einhliða sama hvað Bretinn segir og aðrir. Og þetta gert 72. Þá bregðast Bretarnir ekki eins við. Það hafði valdið úlfúð og áhyggjum innan NATO að herskip ösluðu vettvang. Þannig þeir gera það ekki 1. september 72 þegar við færum út í 50 mílur. Nú ætlum við aftur að illegala og gerum það, en leynivopn komið til sögunar. Togvíraklippur. Eina uppfinning Íslendinga í hernaðarsögunni sem svona skiptir einhverju máli. Alveg frábært verkfæri. Sem sagt, hér er troll, breskt troll, og hér breskur togari. Svo eru togvírar á milli og þeir ætla að toga. Varðskip siglir í kjölfarið eða eftir þeim til hliðar og klippir á togvírana. Algerlega frábær leið til þess að hamla veiðum, ekki nóg með að menn þurfi að hætta veiðum eða eiga að hætta að missa trollið, því að menn eru alltaf varir sig, bresku togaraskipstjórnir. Hvar sá grái? Leynist hann einhvers staðar þarna? Þannig að þetta gerbyltir stöðunni á miðunum. Bretar hika samt enn við að senda herskip á vettvang. Vilja það ekki út af bara almenningsálit í heiminum og áhyggjum að þetta hafi slæm áhrif á varnarsamstarf og stöðu Íslendinga innan NATO. Því að tökum líka eftir því að þessi stjórn, vinstri stjórnin, hafði þá á stefnuskránni að vísa bandarísku herliði á brott. En svo brestur Breta þolinmæði. Klippingar ganga vel, þeir senda dráttarbátamiðin en þeir dugi ekki. Þannig að vorið 73 ösla freigátur hennar hátignar Bretadrottningar aftur á Íslandsmið. Kemur til alvarlegra árekstra á miðunum og við förum kannski betur yfir það allt á eftir, en til að gera langa sögu stutta hóta Íslendingar því að slíta stjórnmálasambandi og það leiðir til þess að Ólafur Jóhannesson fær boð frá Edward Heath, forsætisráðherra Bretlands, að halda til Lundúna og finna lausn sem dugar. Og svo raunin. En Lúðvík Jósefsson reyndar fordæmdi þessa samninga sem þar voru gerðir. Og aftur vil ég að þið hafið í huga að því þorskastríði, rétt eins og því fyrra, líkur ekki endilega með fullum sigri Íslendinga. Það var málamiðlun, okkur í vil, en Bretar gátu unað þokkalega við sinn hlut. Og þá það síðasta þorskastríði sem eftir, því að svo kemur til valda ríkisstjórn Geirs Hallgrímssonar, ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks, og sjálfstæðismenn voru í dálitlum vanda. Þarna 71 í kosningunum sem greinti frá í þessari bók höfðu þeir verið í vörn út af landhelgismálum, bundnir af fyrri samningum, og nú urðu þeir að sýna sjálfum sér og öðrum að þeir væru fremstir í flokki þegar kæmist að því að berjast fyrir hagsmunum Íslendinga á alþjóðu vettvangi og í landhelgismálum. Þannig að slagorðið var skýrt, færum út í 200 mílur og engar refjar.
og það er gert 75. Bretar, ég leyfi mér að segja það, bregðast fáránlega við. Ég veit ekki hvort ég mun taka þannig til orða í bókinni sem ég mun skrifa, en skammsýnin var furðuleg, því að þegar komið fram á miðjan 8. áratuginn liggur ljóst fyrir að alþjóðasamfélagið er að fallast á 200 mílna lögsögu. Það er bara tímaspursmál. Bandaríkjamenn, öldungadeildin er komin á fremsta hlunn með að lýsa við 200 mílna lögsögu, meira að segja Evrópubandalagið, og samt ákveða Bretar að senda herskip á vettvang, og þá í þessu stríði verða átökin hvað hörðust á miðunum og mikil guðsmildi að skip verður ekki skipskaði. En Bretar sjá að sér sumari 76 eftir harkalega átök á miðunum og semja lok þessara átaka. Þeir fá að veiða nokkra þorsktitti til desember byrjunar, en eins og Antoni Krossland, utanríkisráðherra Breta, sagði við kollega sinn Einar Ágústsson og Matthías Bjarnason, sjávarútvegsráðherra, það var samið í Oslo, hann sagði við þá tvo: þið farið heim sem þjóðhetjur, en ég þarf að fara til strákana að minna í Grimsby og útskýra af hverju við gáfumst upp. Þannig að þá hafðist fullur sigur. Og þetta er í stuttumáli, Stefán Einar minn, saga þorskastríðanna, en stund milli stríða er sem sagt tímabilið milli fyrsta þorskastríðsins og átakana númer 2. Og ég hef gantast með það, eða sagt svona í gamni og alvöru, að þetta er 500 blaðsníðan bók tímabilið þar sem ekkert gerðist. Já, það er nú ofsögum sagt, en ég verð að viðurkenna fyrst að þetta er stutt útgáfan af þessum stríðum að ég fegin að við erum ekki komin hér til að ræða seinni heimsstyrjöldina. Þetta var mjög skilmerkilega gert, en þá þurfum við að kafa ofan í þetta tímabil þar sem þú segir að ekkert hafi skeð og það er það er ekki rétt, en átökin og væringarnar voru með öðrum móti heldur en á hinum tímabilunum, bæði fyrir og eftir. Í því sambandi langar mig til að fá þig til þess að útskýra fyrir okkur ákveðið elementið, ákveðið atriði sem að skipti miklu máli í þessum átökum, ekki síst í innanlandsátökunum, og það laut að samningnum og því samþykki sem að lokum fékkst frá Íslendingum það að menn myndu eftirleiðis fela alþjóðlegum stofnunum að skera úr og lögmæti útfærslu landhelginnar. Geturðu teiknað upp mynd af þessu? Já, vandinn var sá að það er ríkisstjórn Hermanns Jónassonar sem færir út í 12 mílur, ríkisstjórn sem sagt Framsóknarflokks, Alþýðubandalags og Alþýðuflokks, en hún hrökklast frá völdum og við tekur fyrst minnihlutastjórn Alþýðuflokksins og svo viðreisnarstjórnin, ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Alþýðuflokks. Ólafur Thors er farið í fararbroddi fyrst sinn, og þegar komið fram á haustið 1960 er ljóst eftir 2 hafréttaráðstefnur sem voru næstu því komnar að því að ná samkomulegum 12 milljónar eins og ég myndist rétt á áðan, það er ljóst að Bretar eru fúsir til samninga. En Íslendingar eru það líka. Sjálfstæðismenn, alþýðuflokksmenn, Hanskja Andersen sem er okkar helsti þjóðréttafræðingur, menn vita, embættismenn og stjórnmálamenn, það þarf að semja. En það mátti ekki heita samningur. Það var eins og að nefna snöru í Hengsmanns húsi, eða eins og maður myndi útskýra það fyrir ungdómnum nú til dags, að segja nafnið Voldemort. Enga samninga, þurfðu bara að vera viðræður, óformlegar viðræður, en þær leiða til þess að það liggur fyrir að Bretar eru fúsir að fallast á 12 mílna lögsögu, smá umþóttanatíma, 3 ár, 5 ár, eitthvað svoleiðis, þar sem Bretarnir mega veiða á tilteknum svæðum innan 12 mílnanna, og Íslendingar fá líka nýjar og betri grunnlínur, því þú mælir fiskveiði lögsöguna út frá grunnlínum. Við lokum til dæmis Faxaflóa 52 með grunnlínum, bara frá Reykjanesi og að Snæfellsnesi og þar fram til göttunum, Breiðafirði líka, Húnaflóa og svo framvegis, og við víkkum aðeins út grunnlínunar. En Bretarnir segja á móti, við ætlum að fallast á þetta, en gegn því
að rísi ágreiningur á ný, þá megi vísa honum til alþjóðadómstólsins í Haag og þar verður bara úrskurðað hver hefur rétt fyrir sér, hver er rétturinn Íslendingamegin eða er það svo að Íslendingar hafi gengið of langt og verði að bakka með sínar ákvarðanir. Þetta sat nú aðeins í Íslendingum. Hanski Andersen varaði við þessari klásúlu en menn sáu fyrir sér að þetta væri þess virði og eins og menn sögðu, alþjóðalög eru sverð og skjöldur vopnlausrar þjóðar í hörðum heimi og ef við getum ekki treyst alþjóðadómstólnum, hverjum getum við þá treyst? En þetta var að vissuleyti eins og óútfylltur víxill eða ávísun og var fordæmt af stjórnarandstöðinni, Framsóknarflokki og ekki síst Alþýðubandalagi, eins og Lúðvík Jósefsson sagði og ég minntist þarna áðan, þessi landráða samningur sem nú er gerður, hann mun aldrei vara lengur en stjórnsú sem nú situr. Samningar eru svik, stóð á skilti sem menn veifuðu á mótmælafundum. Þannig að þetta var sem sé mjög umdeilt að menn skyldu semja svona við Breta og vestur Þjóðverja líka. Og þessu greini ég frá í fyrstu köflum þessa verks. Og svo er líka dálítil umfjöllun þar hliðarsögu nokkra í þessu sem er svo að stjórnvöld óttuðust svo mjög að óyrðir myndu blossa upp vegna þessa svika og landráðasamnings eins og menn sögðu að það var gripið til þess ráðs að heimila hleranir síma nokkurra alþingismanna, Þjóðviljans, Dagsbrúnar og fleiri stofnana til þess að vita fyrir víst hvort menn hefðu eitthvað slíkt í hyggju, svona svipað og 30. mars 1949 þegar Ísland gekk í NATO og miklar óyrðir urðu á Austurvelli. Og þetta rek ég í þessari bók aðeins nánar en ég hefði gert í fyrri bók, Óvinum ríkisins, þar sem ég sagði frá þessu í fyrsta sinn. Og þarna kemur á daginn að það stendur ekki til að grípa til nokkura aðgerða af þessu tagi. Sósíalistar og þeir harðvítugustu sem vildu mótmæla hvað harðast átta sig á því að það er ekki stemning fyrir því í samfélaginu, fólk eru verið þreytt á þessum átökum, en hins vegar kemur á daginn að það er hlerað, á því leikur ekki nokkur vafi, en ber það skjalfest og hlerunar skýrslurnar eru þess eðlis að alvarlegar spurningar vakna lögmæti þess að grípa til svona aðgerða því að þeir sem hlusta skrifa niður af mikilli nákvæmni allt hvað eina sem þeir hlýða á og það lítur ekkert að landhelgismálum endilega, það lítur að bara innanlandspólitík. Þannig að ég vildi festa þetta á blað líka að ákvörðunum að hlera þarna síma meðal annars alþingismanna orkar mjög tvímælis. Það er Valdimar Stefánsson, saksóknari sem veitir þessa heimild maður reynda velti fyrir sér þegar maður hugsa bankahrunið og þær heimildir sem að veittar voru þá að dómarar hafa í gegnum tíðana verið mjög viljur til þess að veita þessar heimildir til lögreglunar. Já, svo var vissulega raunin þarna. Röksemdin var svo að þetta hefst orðunum með því að óttast má og það er rakið sem sagt að stjórnvöld, yfirvöld telji sig og lögregluyfirvöld að það megi óttast óeirðir að raska friði þingsins og komi veg fyrir að þingið geti átt síðasta orðið samning sem á að bera undir það og með því að óttast má að gripið verði til óeirða er beðið þessa heimild að hlusta verða á tiltekna síma og þetta er allt saman svona hliðarsaga við landhelgismálin en skiptir samt máli að því leyti að þetta lýsir líka þeim hita sem var þarna og geisaði. Hvort fékkst heimild til þess að hlera heimili síma Hannibals Valdimarssonar vegna hans sjálfs eða sonarins sem var bjóða heimilinu?
Já, það var Jón Baldvin var þarna í samtökum sem sé herstöðanstæðinga og hugsanlega var rökstuðningurinn þar að það þyrfti að hlusta á það sem sonurinn hefði í hyggju eða hefði ekki í hyggju. Nú, það var ákveðið að hlera einmitt hjá samtökum herstöðanstæðinga og kannski, mögulega, hugsanlega hlýttu lagana verðir þá á blíða rödd Vigdísar nokkurar Finnbogadóttur sem vann þá fyrir samtökin, maður veit það ekki. En þetta er allt saman, þetta er hluti kalda stríðsins, þetta er saga kalda stríðsins og ég man nú, ég sökti mér ofan í þessa sögu og flutti þetta erindi á ráðstefnum og ég vil alls ekki gera lítið úr þessum þætti og auðvitað er það viðurhluta mikil aðgerð það ákveða að hlýða á samtöl fólks á heimilum þeirra eða síma alþingismanna. En sem sagt ég fór þarna á ráðstefnur, kaldastríðs ráðstefnur og rakti þessa sögu og sagði sem sé frá því að þarna, nú mann ég þetta ekki alveg í þaula, þarna stjórnvald hefði fengið heimild 8 sinnum til þess að hlera síma þeirra sem þóttu ógna öryggi ríkisins og þetta er auðvitað mjög alvarlegt en þarna á þessari ráðstefnu voru menn til dæmis frá Póllandi sem sögðu, býta, ertu að tala 8 skipti í 30 ár, 40 ár þannig að samanburðurinn er kannski ósanngjarn að þessu leyti. 2 tæknilegar spurningar. Vinstri stjórnin sem að tekur við undir lok 7. áratugurins hefur það að stefnuskrá sinni að segja upp varnarsamningnum sem er ekki mjög gamall samningur á þessum tíma. Hversu miklu skiptu þær hótanir inn í þetta samhengi gagnvart Bandaríkjamönnum og NATO? Jók það ekki á svona raunverulega ógn af því að við myndum hleypa hér öllu upp verandi með herstöðin á Miðnesheiði og öll þau umsvið sem þar voru. Bretar virtust með þess að reyna eins og þú fjallar að draga úr gildi herstöðin og voru svona að senda meldingar það að kannski skipti þessi herstöð einhver máli í lok dags. Já, þetta er erfitt úrlausnarefni og verður aldrei nelkt niður á einhverja nákvæma mælistiku hversu miklu máli það skipti að við beittum því sem ég hef kallað NATO-vopnið sem í grófustu dráttum virkaði þannig, við vitum hvernig tógurjaklippurnar virkuðu. NATO-vopnið var þannig að þú sveiflaðir því framan í fulltrúa Bandaríkjamanna og sagðir ef þið beitið Bretana ekki þrýstingi og segið þeim að draga herskipin á brott ef þau voru komin eða að fallast á okkar óskir í landhelgismálum þá lokum við herstöðinni, segjum okkur NATO og viljiði það í miðju köldu stríði og svo komið skilaboðin þá frá Washington til Lundúna ætlið þið virkilega að láta hagsmuni einhverja togara eigenda í Hull og Grimsby vega þyngra á metum en varnar hagsmuni Vesturlanda í miðju köldu stríði. Og svo liggur við að maður segir á ameríska máta bara get a effing grip og ekki hafa þetta eftir mér. Þetta er NATO-vopnið, en hversu mikilvægt það var er alltaf erfitt að festa hendur á því að stundum ofbauð Bandaríkjamönnum og svörin voru til dæmis, hér var mikill töffari, hann Styrmir heitinn Gunnarsson lýst honum sem töffara sendiherra, Fredrik nokkur Irving, hann var sendur hingað skömmu eftir að vinstri-stjórnin tók við völdum 71 og hann tók menn stundum til bæna og sagði já, hér hafa menn í hótunum að loka herstöðinni. Ég ætla bara að fá að þylja hérna upp fyrir ykkur hversu miklu máli hún skiptir fyrir efnahag Íslands. Og viljið þið missa þetta allt saman sem sagt. Nú, við höfum gefið eftir hérna með loftleiðir, veitt þeim undanþágum þannig að þeir fá að fljúga á einhverjum sérstökum kjörum til Vesturheims. Væntanlega verið tekið fyrir það. Við höfum veitt ykkur hagstæð lán, þið ætlið sem sagt ekki að þykja þau lengur. Og þannig að Bandaríkjamönnum ofbauð stundum og svo saga sögð
fastafulltrúi Bandaríkjanna í Brussel á þessum árum var Donald nokkur Rumsfeld, var síðar landvarnaráðherra eða varnarmálaráðherra fyrirgefiði í tíð fyrst Gerald Ford og svo George Bush og sem sagt yngri og var mjög áfram það að loka herstöðinni hér. Geir Haarde gæti nú sagt betur frá þessu heldur en ég, en sagan segir, og ekki hægt að festa það niður, að Rumsfeld hafi svona öðrum þræði hugsað Íslendingum þegjandi þörfina. Já, þarna 73, ég man vel, þið bara höfðið í þeim hótunum að loka herstöðinni, gjörið svo vel, ég ætla að verða að vilja ykkar, segið þið nú takk einu sinni. Þannig að svona breytist það stundum. Og það gerist 2006. Það gerist 2006. Já. En ég vil ítreka samt að mér finnst Bandaríkjamenn hafi verið furðu værukærir. Nú erum við komin kannski aðeins inn í bókina sem þið eru ekki búin að lesa, af því ég er ekki búin að skrifa hana alveg, en sem sagt 71 til 74 tímabilið, þá voru Bandaríkjamenn svona full værukærir, fannst mér, gagnvart þessari deilu. Richard Nixon Bandaríkjaforseti, hann átti fáa vini á alþjóðu vettvangi, en einn þeirra var Edward Heath, sem var ekki að pönkast í honum eins og börnin segja út af Víetnamstríðinu. Og Henry Kissinger, hann hafði lítinn áhuga á svona litlu landi eins og Íslandi og fannst þetta bara til vandræða, en sagði samt einu sinni, að því að þeir komu Nixon og Pompidou, Frakklandsforseti, og Kissinger var með Nixon, og það var frægur fundur í Reykjavík, og Kissinger fylgdist með því þegar Íslendingar höfðu í þessum hótunum að loka herstöðun og þar fremdigutunum, og Kissinger sagði, ég sat bara þarna í forundran, hér var vopnlaust smáríki hafandi í hótunum við mestu risaveldi heimsins út af þorski. Og ég rifjaði upp, sagði Kissinger, það sem Bismarck sagði, járnkanslarinn, það að stundum hafa smáríki óvinni mikið vægi í krafti mikilvægi síns og fara blygðunarlaust sínu fram líka í krafti þess að sá sem voldugri má ekki ganga milli bols og höfuðs á hinum minnimáttar. Þú bara gerir það ekki. Þetta vald hinna veiku. Sem yfirskrift. Sem yfirskrift næstu bókar. Já. Sem ég svo mikið með huga við núna, ég hálfpartinn gleymi stundbildi stríða. En má ég sann segja eina smásögu líka í þessu samhengi. Svo haldinn fundur, og ég sé þetta fyrir mér af því að ég bjó á Bessastöðum í 8 ár, eins og þið vitið kannski. Það haldinn hátíðar kvöldverður á Bessastöðum og Kristján Eldjárn og Halldóra Eldjárn bjóða þessum tignu gestum til Bessastaða og þarna eru þeir, Richard Nixon með fríðu föruneyti, Georges Pompidou með sínu föruneyti og það setið til borðs og svo staðið upp og svo minglað eins og maður segir. Sætir þá ekki Lúðvík Jósefsson lagi og svífur á Richard Nixon og talar við hann með sínu sterka íslenska hreimi það að það gangi ekki að hafa Bretana hér vaðandi inn í íslenskri lögsögu og Nixon verði að gera eitthvað í þessu. Það þyngist brúnin á gestinum góða. Og Vilhelm Wessmann, veitingamaður, sá þarna boðið og sér tilsýndar hvernig Nixon með kaffibolla í hönd og lætur hann gossa á gólfið og segir svo bara, fyrirgefðu, þetta óhapp sem við verðum að gera eitthvað í, excuse me, I have to go. Og losnar svona undan úr klóm kommunistans Lúðvíks Jósefssonar eins og hann var kallaður. Þurftið þú einhvern tímann að beita þessar aðferðir þinni forsetatíð? Hafi ég gert það, þá læt ég ekkert uppi það hér og nú. En nei, þessi útleið var mér ekki kunn fyrir en eftir að tíð minni á Bessastöðum lauk. Þú nefnir þessa stöðu smáþjóðuna, Kevin McNamara, þingmaður Verkamannaflokksins í Húl, hann segir á einum stað, ef ég man rétt í þinginu Westminster, að þetta sé leið smáþjóða til að kúga eða þar sé hann svona
brjálast eiginlega yfir því að það sé smáþjóð sem að kemst upp með að kúa í krafti smæðar sig. Já, einmitt. Er það þetta sama og Kissinger er að upplifa á fundinum hér? Jú, vissulega. Og eins og bresku togarasjómaninn sögðu sko, ef við værum undir rússnesku flaggi, þá kæmist nú þessir varskipsmenn íslensku ekki upp með neitt múður. Þeir eru bara skotnir niður. Og auðvitað kom til þess í seinni átökunum að bresku freigátukapteinarnir báðu beinlínis heimild í landi. Megum við hóta að beita skotvopnum og standa við það ef nauðsyn krefur, þegar mestur hitinn var í mönnum. En þá nutum við þess einmitt að vera þessi vopnlausa smáþjóð og leið bandalagsríki í NATO. Og ég hef stundum samúð með Bretunum. Við beittum blygðunarlaust þeim vopnum sem dugðu, tógðiraklippunum á hafi, NATO-vopninu í landi. Og auðvitað gerir smáþjóð í hörðum heimi það, en það má líka hafa samúð með eða sýna því skilning að Bretar vildi ekki lúffa bara 1, 2 og 3. Hvers vegna ekki? Nú ætla ég að reyna að rifja upp það sem ég skrifaði í doktorsritgerðinni minni þessi átök. Ritgerð sem kannski 20-25 manns hafa lesið eða svo. En það voru nokkrir þættir sem réðu því að Bretar vildu aldrei láta undan 1, 2 og 3. Og það sem sagt þrýstingur. Þrýstingur útgerðarmanna og sjómanna og skipstjóra í borgunum, Hull, Grimsby, Fleetwood og svo Aberdeen upp í Skotlandi. Svo það orðstýr. Bretland flota veldi frá fornu fari. Nelson, eins og bresku togarasjómaninn sögðu sko, Nelson flotafóringi myndi snúa sér við í gröf sinni ef hann sæi hvernig þið lúffið fyrir Íslendingunum trekk í trekk. Og bresku freigátukapteinunum þótti þetta nú ekki skemmtilegt. Bretar eru mjög prinsippfastir og þeir töldu sig vera að fylgja og alþjóðalögum, hafa alþjóðalög með sér í liði. Þannig að þrýstingur, það orðstýr, það eru lögin, alþjóðalög, svo það fordæmi. Sem sagt, ef við gefum eftir undan Íslandsströndum, þá þurfum við að gefa eftir allan heim, undan Færeyjum, undan Noregi og svo bara eftir því sem, þetta svona dóminókenning. Svo eru fleiri þættir sem koma saman í þessu, en þetta voru sem sagt orsaka þættir sem ollu því að Bretar vildu aldrei gefa eftir 1, 2 og 3. Og ef við ætlum að segja þess að sögu einhverju sanngirni, þá verðum við þetta líka átt okkur á málstað eða afstöðu Breta. Sem ég segi það, þá horfi ég hérna yfir og sé gamla varpskipsmenn og vil nú fá að þakka þeim líka fyrir þeirra þátt í að hjálpa mér að segja þessa sögu. En þá ætla ég að segja ykkur smásögu. Því að hún tengist óbeint því sem ég að vísa í hérna, að kannski sýn ungs sagnfræðings, eins og ég var þegar ég byrjaði að skrá þessa sögu, ólík skipherra á varðskipi sem sér söguna frá sínum stjórnpalli en ekki frá sjónarhóli óháðs sagnfræðings, ef svo má að orðið komast. Smásaman sem ég ætla að segja ykkur gerist í Danmörku. Það var ungur doktorsnemi sem var búinn að ljúka við sína doktorsritgerð og var að verja hana í háskóla í Danmörku og trommer hét þessi drengur og lifi nú enn held ég. Og þessi doktorsritgerð var það hvaða áhrif, hversu mikil áhrif sem sagt skemmdarverk dönsku andspyrnunar hefðu haft á stríðsrekstur Þjóðverja. Hann hafði sem sagt farið yfir gögnum þetta og komst að fyrir niðurstöðu að þau hefðu nú verið á heildina litið sára lítil, hefðu gert mjög lítið til þess að trufla stríðsvél nasista
í stríðinu. Já, vers og gú. Fyrir framan doktorsnemann í salnum sátu eins og þið gamlar andspyrnu hetjur og það þyngdist heldur betur á þeim brúnin. Og svo þegar hann var búinn að flytja sitt mál og orðið var laust, ex auditorio, rísa þeir upp hver af öðrum og segja: þú þarna, þú tókst ekki þátt í þessum átökum. Þú lagðir þig ekki í lífshættu. Þú barðist ekki með okkur. Þú sást ekki félaga falla. Þú sást ekki félaga tekna höndum og flutta í fangabúðir. Hvað þykist þú vera að segja okkur að það sem við gerðum fyrir land og þjóð hafi engu máli skipt? Þetta var svakaleg stund auðvitað. En samt var svo sem allt satt og rétt sem hann komst að, en sjónarhornið skiptir þarna máli. Nú er ég ekki að segja að svipaður eldur brenni milli mín hér og minna góðu vina í gæslunni, en sjónarhorn skiptir hérna aðeins máli. Og þegar við til dæmis horfum til þess hver bar ábyrgð hverju sinni á öllum þeim árekstrum sem urðu, þá var það stundum þannig að okkar menn hlýddu kannski ekki í einu og öllu alþjóða siglingarreglum þegar menn vildu sæta lagi og komast að togara og klippa. Bretarnir ekki heldur. Alþjóða siglingarreglur voru þverbrotnar á báða bóga. Svona bara var leikurinn á miðunum. En ég vildi svona hnykkja á þessu til þess að sýna og nefna að sjónarhóll sagnfræðings sem skoðar söguna seinna getur verið ögn annar en þeirra sem stóð í eldlínunni hverju sinni og sjá hlutina frá sínur sjónarhorni. Þannig að það er aðeins kannski blæbrigða munur hér á. Í stríði þegja lögin, sagt. Já. En ég nefndi Alþjóðadómstólinn áðan og samningarna sem við gerum þar Síðan þegar sögunni vindur fram, þá virðum við það að vettugi. Já, einmitt. Og ég velta eins fyrir mér út frá síðari tíma og fyrri tíma reynslu, erum við Íslendingar ólöghlýðnir þegar kemur að þessu? Ég velti fyrir mér Icesave-deilunni, en ég velti líka fyrir mér máli sem að þú þekki vel og lítur að spurningunum lögskilnað eða hraðskilnað frá Dönum 1944. Einmitt. Já, það var gerð skoðanakönnun hjá Vísi, dagblaðinu, 73. Ættum við að lúta lögsögu Alþjóðadómstólsins eða flytja mál okkar fyrir Alþjóðadómstólnum, og það voru svona, það skiptist í það bil jafna helminga. Landsmenn voru svona alveg á því að það væri nú kannski réttast að helmingur landsmanna að miða við þessa könnun að lúta lögsögu dómstólsins, rétt eins og samið hafði verið og það var svo sem afstaða sjálfstæðismanna og alþýðuflokksmanna í alþingiskosningunum 71 sem er nú vel lýst í þessari bók, að það væri siðaðra manna háttur að standa við gerða samninga, og þannig yrði það bara vera og við mættum treysta lögsögu alþjóðadómstólsins. Til þessa dags eru Bretar á því, gamlir breski lögspekingar sem ég talaði við, á því að Íslendingar hafi brotið lög, bæði alþjóðalög og þá samninga sem gerðir voru. Íslenskir lögspekingar taka nú ekki alveg eins djúpt í árinni, en ég minnist til dæmis þess að einn helsti fræðimaður okkar á þessu sviði, Guðmundur Alfreðsson, hann skrifaði lærða grein þetta í bók til Ólafs bók Ólaf Jóhannesson, forsætisráðherra, og hans tíð í pólitík. Og þar sagði hann að það má færa rök fyrir hvoru tveggja, að sniðgangadómstólinn og hinu sem ekki varð raunin að grípa til varna þar. Hanski Andersen, hann var á því alla tíð, hygg ég að megi segja, ef við hefðum átt að hafa málflutningsmann í hag og tala máli okkar, og þá hefði niðurstaðan hugsanlega orðið önnur. Ég kveð ekki upp neitt lokadómi í þessu, hvorki í þessari bók hinni næstu, en mergur málsins var samt sá að
það var meiri hluti fyrir því á þingi og að ég held meðal þjóðar að segja sem svo að þótt Íslendingar vilji virða alþjóða lög þá eru þau í mikilli mótun á þessum árum og lífshagsmunir Íslands voru þess eðlis að það var ekki hægt að leggja þá í dómara sem ekki kannski kunna skil á íslenskum raunveruleika og það var auðvitað algerlega ljóst að vegna hættu á ofveiði varð að færa lögsöguna út á 8. áratugnum. En hvort að það gert 72 eða 73 og hversu mikið magn mátti semja við Breta að veiða hverju sinni, það náttúrulega ekki meitlað í stein. Og megin niðurstaða mín þegar ég lít yfir allt sviðið sú að auðvitað þurfti að færa út, auðvitað þurfti að vernda auðlindina, auðvitað urðum við að sýna frumkvæði, djörfung og dug, en auðvitað þurftum við líka að semja, auðvitað þurftum við líka að leita málamiðlana og auðvitað þurftum við líka að gefa aðeins eftir. Og svo var raunin. Svo var líka svo gott fyrir þá sem segðu þetta, menn málamiðlana, menn eins og Hanski Andersen, menn eins og Geir Hallgrímsson, leiðtogi Sjálfstæðisflokksins. Það var svo gott að hafa, þeir voru góða löggan, og svo var vonda löggan þessi Lúðvík Jósefsson sem aldrei vildi gefa tommu eftir, hvað þá mílu. Menn gátt alltaf sagt, við viljum semja, við erum friðarins menn, en við getum ekkert fyrir út af þessum vondu kommunistum. Það var svona leiðin til þess að semja, ef þið skiljið hvað ég á við. Og virkaði mjög vel. Og Einar Ágústsson, sá ljúfi maður, ljúfmennið Einar Ágústsson, utanríkisráðherra, framsóknarmaðurinn, hann sagði einu sinni við Lúðvík sjálfan, mikið anskot áttu gott að geta verið svona harður. Ég á dálítið erfitt með titil bókarinnar. Já. Stund milli stríða, því að þú í upphafi málsins teiknaður upp þessi átök þegar verið að færa út landhelgina. En á þessu tímabili 1961-71 róstu samt í landinu þetta pólitískt og milli þjóðana, en það það líka á hafinu í kringu landið. Já. Og mér minnir að ég hafi lesið í bókinni að það hafi allavega komið til þess að menn hafi stöðvað menn inn í landhelgi með 50 sinnum á þessu tímabili og þú gerir því skóna sem maður má ganga út frá að landhelgisbrotin hafi verið mun miklu fleiri eðli málsins samkvæmt, það ekki hægt að grípa alla og sérstaklega áhugaverð nú frásögnin af Millwood og John Smith í maí 1961 og ég verð að segja þetta stappar allavega nærri stríðsátökum eins og við skilgreinum þau samkvæmt þorskastríðunum ekki rétt. Jú, og þetta voru landhelgisbrota versta tagi. Það eru 2 þarna tilvik sem ég leyfði mér að lýsa í mjög löngu máli og ákvað að það væri þess virði. Bókin byggð upp sem einföldustu máli þannig að það eru annars vegar kaflar, ég mun svara þessu en ég kem fyrst að hinnu. Bókin byggð upp þannig að það eru kaflar þar sem ég tala og segja frá í þátíð, svona meira í hefðbundnum stíl frá því sem gerist og eru svona brýr milli svo nákvæmari frásagnar þar sem ég stekk yfir í nútíð og segi frá því hvað gerist á hverjum stað, þannig að við flökkum frá til dæmis, togaranum Millwood yfir í varðskipið, förum svo yfir í breska sendiráðið eða utanríkisráðuneytið og þar segi ég alltaf frá í nútíð og fyrirmyndin Tom Clancy, spennusagna höfundurinn og ég las mjög skemmtilega bók eftir hann, Red Storm Rising sem kemur mér helst í hug og svo The Hunt for Red October, sem sagt sögur sem gerast hérna nærri og hann notar sama frásagnarform. Þú þar borð kannski í rússneskum kafbáti, á sovjískum kafbáti og svo amerísku herskipi en ég færi þetta yfir á íslenskan veruleika. Þannig að kaflarnir Millwood eftir förina eru í þessum Tom Clancy anda, var minnst kosti planið. Og þannig sem sagt skoski skipstjórinn John Smith sem gripinn glóðvolgur í landhelgi
hafði líkur ekki nokkur vaf á því, en hann tekur bara stímið út og ætlar ekki að láta ná sér. Freigáta sem sem sagt ekki, það ekki þorskastríð sem geisar, en það freigáta sem skerst í leikin, búin að vera þarna á Norðurhöfum og Millwood eldur bara og hann bara gefst ekki upp fyrr en bara það liggur við að hann verið plaffaður niður sko. Muni rétt, hafandi skrifað þessa sögu. Já, hann gefst ekki upp fyrir að búið að eyðileggja vélina í bátnum. Já, hann var akkurat. búin að hóta því að sigla einn til Bretlands. Já, hann ætlar að sigla einn sko, hann þvílíkur þrjóskar en nokkuð sem þrjóst sko. En þetta ekki mánu bland, þetta ekki alveg svona skýr skil milli þessa tímabila? Nei, það eru og þó eru fleiri landhelgisbrotin og þetta eru tvær megin frásagnir. Það hins vegar, það annars vegar þessi frásögn af töku togarans Millwood 63 og svo var það Brandur, sem sagt breskur togari sem heitir þessu íslenska nafni Brandur og gerður útgerð það sem Íslendingar komu líka við sögu og hvaða blaðsið þetta nú, það 269, nei það getur ekki verið minnst á kosti sko þar var nú annar þöngulhausin enn ég finn þetta seinna þar var skipstjóri Bernard Newton, karl í krabbinu hann gripinn og færður til hafnar og strýkur svo í skjóli nætur úr Reykjavíkurhöfn og þetta þvílíkt feigðarflan. Hann ætlar að komast í skjóli nætur og með því að hylja nafn og númer frá Reykjavíkurhöfn til Bretlandseyja. Gengur auðvitað ekki, hann þykist geta komist upp með það að hann ætlar að sigla sem sagt vestur og norður eftir en svo stöðvaður undan Öndverðarnesi eða einhvers staðar þar og ótrúleg frásögn af forheimskun en það svo gaman að segja hana ég segi frá þessu í löngu máli. Þetta eru frábæra frásagnir, sanna sagna og eins og önnur rit sem að þú hefur sent frá þér á mannamáli og flæðir vel. Mér langar til að því að nú erum við að verða konu með tímamörkin og ég sé þá honum Halli, pródusent hjá okkur að hann farin að ókýrast en það sem að til að tengja inn á næsta verk þitt þá langar mig til að koma með hvað ef spurningu sem nú svo áhugavert dæmi í sagfræði ef að viðreisnarstjórnin hefði ekki fallið 71 hefði þau þurft að skrifa allt annars konar bók sem að kemur út 1. september? Hugsanlega. Nú svara ég bara eins og hagfræðingurinn sem var spurður hvort hann teldi að vextir myndu hækka eða lækka og svaraði mjög spekingslega ég tel nokkra líkur á að þeir geti hækkað en hins vegar ekki lokið fyrir það skotið að þeir geti líka lækkað. Og þetta þótti mikill vísdómur. Viðreisnarstjórnin sem hafði setið í 12 ár, það voru komin þreytumerki og sumarið 1970 verða þau skelfilegu ótíðindi að Bjarni Benediktsson forsætisráðherra deyr í brunanum á Þingvöllum með eiginkonu sinni og barnungum dóttur sinni og Bjarni fellur frá og við getum sumsagt sett upp ýmsar sviðsmyndir en ef við gefum okkur að stjórnin hefði haldið velli þá hefði saga landhelgismálsins orðið allnokkuð önnur því að sjálfstæðismenn á þessum tíma voru staðræðinir í því að reyna í lengstu lögminnstakosti að virða þennan samning sem gerður var 61 málskot til Haag. Þannig að hefði stjórn með sjálfstæðisflokk og eða alþýðuflokk innanborðs ákveðið að færa út lögsögu, segjum í 50 mílur þess vegna, þá hefði svarið Breta megin verið eins og raunbarvitni í raunheimum að segja sem svo, nei við mótmælum og við viljum
að alþjóðadómstóllinn í Haag eigi síðast orðið, og þá hefði stjórnin hér sagt já og amen við því og við höfum þurft að lúta niðurstöðu alþjóðadómstólsins. En þetta eru erfið fræði, þessi hvað ef fræði, og algerlega ómögulegt að negla niður hvað gerst hefði, því að vandi okkar sagnfræðinga sá, og við dauð öfundum vini okkar í heimi raunvísindana, að við nótum ekki þeirra forréttinda eins og til dæmis efnafræðingur sem tekur bara eitt efni og setur ofan í tilraunaglasið og sér hvað gerist, eða stærðfræðingur sem breytir einni tölu í jöfnunni og sér þá hvað gerist. Við getum ekki tekið eitt svona þátt út úr fortíðinni og sagt fyrir víst hver niðurstaðan verður, en við getum ályktað og giskað, og þú ert að ýja því, Stefán Einar, að sagan hefði orðið all önnur ef þetta hefði verið raunin, og ég hygg að svo sé. En þá þurfum við að blanda saman svona stöku atvikum í hinum þunga straumi sögunar. Og ég hef nú líka sagt, og kannski hálf stríðnislega, að jafnvel þótt við Íslendingar hefðum aldrei gert nokkurt skapaðan hlut í landhelgismálum, og ég meina þetta nú ekki alveg alla leið, þá myndum við njóta 200 mílna lögsögu, því að það voru ríki allan heim. Þau ruddu brautina, ríki Rómönsku Ameríku, færandi út í 200 mílum, eða krefjast 200 mílna. Svo koma nýfrjálsríki í Afríku og líka í Asíu. Þannig að þótt við höfum vessulega rutt brautina hér á Norður-Atlantshafi, þá vorum við ekki í fararbroddi á heimsvísu og fylgdum straumnum, þannig hinn þungi straumi sögunar var alltaf okkur í vil. Þannig við getum alltaf tekið svona smátilvik eða stöku viðburði hér og þar, en megin niðurstaðan alltaf svo að það var í hinu víða ljósi óumflýjanlegt nánast að ríki heims færðust í átt að þessari víðu efnahagslögsögu sem við njótum núna. Og til hvers erum við að rifja upp þessa sögu, til hvers erum við að rekja þessa sögu, til hvers erum við að segja þessa sögu? Já, öll saga samtíma saga. Og nú á þessum merka degi, þegar ákveðið var á Alþingi Íslendinga að hafa hér ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu það, og nú verðið þið bara að fylla í þessa eyðu hér, hvað eigi að gera og hverju eigi að spyrja og hvað máli snúist, en í öllu falli veit ég fyrir víst að einhver mun segja: við börðumst ekki í þorskastríðunum til þess að hleypa þessum ófjötum inn í lögsöguna á ný. Þannig að sagan til þess að læra af henni vissulega, en fólk getur dregið alls konar lærdóm af henni, og ég vona bara að fólk sem vilji kynna sér þessa sögu vilja minnstu kosti fletta bókinni og þeirri næstu og sjá hvort það sé ekki einhvern fróðleik að finna þarna sem að gagni kemur í samtímanum líka. Segðu mér þá eitt, Guðni, að því að næsta bók kemur ekki út fyrir eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna. Já, ég veit nokkrum dögum eftir, ég hafði ekki pælt í því. Nú, ég ætla ekki að spyrja þig eins og sveitarstjórnarfulltrúana hvað ætlar að kjósa, ég ætla að hlýða þér við því. En að einhverju leyti hlýtur sjálfsmynd Íslendinga og samfélagsins okkar allavega fram eftir áratugunum að hafa markarast af þessum stríðum, þessum átökum. Nú tengir íslenskur almenningur sífellt minna við sjávarútveginn. Við sjáum það að hann notaður fyrst og fremst sem bitbein í pólitík, og það verið að teikna upp mynda því að þetta séu allt einhverju ljótir kallar sem séu að kaupa upp heilsölur og séu að eyðileggja samfélagið, og það eru sífellt færri sem hafa atvinna af þessu eða augljósa beina hagsmuni, þó að þessi atvinnugrein skipta okkur jafn miklu máli og raun ber vitni. Orðið rof í þessu efni? Skipta þorskastríðin ekki því máli sem þau gerðu á 8., 9. og mögulega 10. áratugnum? Já, hugsanlega. Auðvitað þekking fólks á þessum viðburðum minni eftir því sem árin líða, kannski skiljanlega. Ég var barn að aldri þegar þorskastríð 8. áratugarins voru háð, en þó manni úr minni barnæsku að maður fagnaði eins og sigri í landsleik þegar fréttir af tógvíraklippingum kom í útvarpinu,
og þetta voru þjóðhetjur. Guðmundur Kernesteð, frændi minn af öðrum ólöstuðum, fremstur þar í flokki. Þannig að við segjum bara, við Stefán Einar erum ennþá á besta aldri og við munum þessa sögu, en auðvitað þarf að kynna hana fyrir ungu kynslóðinni og það gerir maður náttúrulega ekki með 500 blaðsíðna doðrandi. Við þurfum að finna aðra leiði til þess kannski. Sjóða þetta niður á TikTok. Einmitt, það væri alveg þess virði sko. En við Íslendingar eigum, sko nú færistu aðeins í lokin kannski inn á heim fræðanna, inn á heim hugvísinda og sagnfræðinnar, að það er til hugtak, sameiginlegar minningar, að þjóðir eigi sameiginlegar minningar. Danir til dæmis eiga sameiginlega minningu andspyrnuna og stundum, nú er ég ekkert að lasta Dani frekar en eitthvað, en stundum ígja Danir mikilvægi andspyrnunar og eins og danskur sagnfræðingur sagði, sko, þeim fjölgaði mjög í dönsku andspyrnunni eftir 45 og sameiginlegar minningar okkar Íslendinga þorskastríðin hafa mótast af nokkrum einföldunum, skiljanlega, og sumsé þeim að við höfum alltaf unnið fullan sigur og að við höfum alltaf verið sameinuð. Ég bendi á það í mínum bókum, meðal annars þessari og í þeirri næstu og þar næstu, að sigurarnir voru vissulega okkar meira og minna en ekki algerir. Við miðluðum málum, við fjallumst á málamiðlanir. Enda var Lúðvík Jósefsson alltaf fúll við lok hvers einasta þorskastríðs. Og einhugurinn var einstakur, óviðjafnanlegur, nánast áþreifanlegur þegar á reyndi, þegar bresku herskipin ösluðu inn enn eina ferðina. Þá stóðu Íslendingar saman. En svo blossaði ágreiningurinn upp aðgerðir í hverju sinni, hversu langt á að ganga, hvenær á að semja, hvenær má ekki klippa. Það var nú að gera varðskipsmenn brjálaða til sjós þegar ekki mátti klippa af því að samningaviðræður stóðu yfir í landi. Þá höfðu menn nú borð í varðskipunum ýmis ófögur orð uppi ráðamenn Íslands. Þannig að ágreiningurinn var líka svo mikill í innanlandspólitík og ég ætla ekki að tala hér í löngu máli bókina sem ekki komin út, en ég ætla að segja ykkur, það kemur fyrir þar ein setning sem lýsir þessari stöðumála og hún er svona: við stóðum sundruð saman. Mér fannst það lýsa vel stöðumála í þessum efnum. En okkar sameiginlegu minningar þorskastríðin er einmitt þessar óljósu minningar. Við unnum og við stóðum alltaf 100% saman. En það er siður okkar sagnfræðinga að endurskoða, draga í efa, gagnrýna og flækja hlutina og vonandi erum við Íslendingar og þið og fleiri til í að líta á þessa sögu þessum gagnrýnni augum en við höfum kannski gert hingað til. Og það held ég sem meira spennandi. Það er ekkert gaman að fá einhverjar heilagramanna sögur, hvort sem þorskastríð eiga í hlut eða einstaklingar. Þá skulum við opna á 1 til 2 spurningar úr sal ef einhverjar eru. Það er ein hér alveg aftast. Þau myndi bara rísa á fætur og kynna þig og ég fæ að endurtaka spurninguna í mikrofónin út af upptökunni.
Já, þannig að ég einfaldi þetta snýr sér sett að úrslitum kosningarna 71 þegar Viðreisnarstjórnin fellur. Var það landhelgismálið í raun og veru eða var þetta í raun og veru hendistefna meðal annars hjá Hannibal sem var yfir för og síðan spurningin sem ekki má spyrja voru þorskastríðin óþörf? Já. Jú, ég held að megi alveg taka undir það sem þú nefnir þarna að auðvitað er margt annað sem spilar inn í líka sumarið 71. Fólk hafði ekki bara í huga að þessir 3 flokkar sem settust í stjórn höfðu í hyggju að færa lögsöguna út í 50 sjómílur. Það var komin þreyta í báða stjórnarflokkana, efnahagsmál voru erfið viðuregnar og vissulega svo að fleira spilað inn í. En ég hygg að megi samt segja að landhelgismálið var svo það sem batt þessa 3 flokka saman fyrir þegar á reyndi og alveg skýrt í málefnasamningi til dæmis að það var efst á blaði að færa fiskveiðilögsöguna út og svo kemur það náttúrulega í ljós einmitt þegar stjórnin sest að völdum að þetta verður það málefni sem er sett á oddinn á alþjóðavettvangi. Þó ekki væri nema vegna þess að framsóknarmenn voru mjög tvístígandi. Það er stundum einkenni á framsóknarmönnum að vera tvístígandi og sagði ég þetta uppátt? Eins gott að þeir eru ekki einfættir. Já, og eins gott að þetta er ekki tekið upp. Og líka eru dálítið mikið á miðjunni og framsóknarflokkurinn var auðvitað klofin í hermálinu og það var svo sem ágætt fyrir Ólaf Jóhannesson forsætisráðherra og Einar Ágústsson utanríkisráðherra sem vildi allra síst að herinn færi svona innst inni að geta sagt við sjálfa sig við verðum að einbeita okkur að landhelgismálinu og þetta hermál, það verður bara að bíða betri tíma. Þannig að það var gott að íta því aðeins til hliðar. En svo voru þorskastríðin óþörf, þetta er mjög svona augrandi spurning og ég spurði þessara spurningar í fyrirlestri sem ég flutti ungur sagnfræðingur á Söguþingi 1997. Ég man að fyrirlesturinn hér 10 spurningar og meðal fyrra var þessi spurning voru þorskastríðin óþörf. Nú er mann kannski aðeins eldri og vitrari og myndi svara kannski aðeins öðruvísi en sko þorskastríðin voru ekki óþörf. Við urðum að gæta okkar hagsmuna en, og svo kemur þetta sagnfræðislega en, þegar betur er aðgáð eða þegar málin eru könnuð ofan í kjölinn, þá hefðu við til dæmis reynt kannski hugsanlega að gefa ögn meira eftir, eins og sumarið 72 fyrir 50 miljóna útfærsluna, þá segir bæði Hanski Andersen og Pétur Jó Thorsteinsson sem var ráðuneytisstjóri utanríkisráðuneytinu, báði segja það var lafhægt að semja við Bretana, en það eru bara stjórnmálamennir sem þora ekki að gefa nógu mikið eftir. Og í því ljósi hefði stundum verið hægt að afstýra kannski þessum hörðu átökum ef við hefðum verið ögn tilleiðanlegri hverju sinni. En það gildi bara líka Bretana. Tala nú ekki síðasta þorskastríðið, 75-76, þegar við færum út í 200 mílur. Sú ákvörðun breskra stjórnvalda þá að senda herskip á miðin er eiginlega nánast óskiljanleg. Og í því ljósi að 200 mílna lögsaga var að verða normið allan heim. Það er ein spurning hér aftast, gjör svo vel. Eru Bretar búin að fyrirgefa okkur eða er þetta geymt? Já, sko fyrst eftir þessi átök þá voru Íslendingar engir aufúsu gestir í breskum hafnarborgum. Það hafa sagt mér sjómenn að það var ekkit endilega skynsamlegt að fara á knæpu í Hull eða Grímsby og koma askvaðend og segja Hi, I'm from Iceland. Og meira að segja, nú veit maður ekki hvað er sagt og rétt, að það hefur verið skiltið sko no dogs and no Icelanders. En svo fennir nú yfir og þeir togara sjómenn sem ég ræddi við voru vinsemdin uppmáluð
og freigátu kaftinarnir sömur leiðis og bresku togarasjómennirnir sögðu sumir sko, við hefðum bara átt að gera það sem þið gerðuð í staðin fyrir að vera fastir inn í þessari sameiginlegu fiskveiðistefnu fyrst Evrópubandalagsins og svo Evrópusambandsins, við hefðum bara átt að færa út sjálfir, þetta var skammsýni og það voru B-vítans útgerðarmennirnir sem fengu bætur en ekki við fyrir seint og síðir. Þannig að í þessu ljósi hafa Bretar svo sem fyrirgefið ef svo má að orði komast. Svo í huga þeirra voru þetta ekki sko stríð. Það var önnur spurningin sem ég spurði í þessu erindi. Voru þorskastríðin stríð? Þau voru þetta ekki stríð í þeim skilningi að mikið mannfall yrði eða vopnum beitt og nú fyrir mér nánast að líða eins og honum Åge Trommer danska doktorsnemanum sem sagði þetta skipti engu máli og brúnin þyngist á varðskipsmönnunum hér, auðvitað voru þetta hörð átök og við mistum mannslíf. Halldór Hallfreðsson hét sá, vélstjóri sem var logsjóða eftir viðgerð vegna ásiglingar og brotsjór eða kom alda yfir borðstokkin og hann fekk raflaust og honum varði ekki bjargað og stundum munaði engu að ásiglingar Bretanna illu maður vill ekki segja það uppátt hvað hefði getið gerst. Það er ljóst að ef þeir hefðu beitt fullum aflsmunum þá hefðu skipin okkar öll farið niður. Já, þeir hefðu geta gert það sem þeir vildu sko ef þeir hefðu beitt þeim brögðum sem þeir bjuggu yfir og voru með plönum það. Eitt sinn, sumarið 73, ætluðum við að taka togara á sporðagrunni fyrir norðan og varðskipið Ægir kemur að þessum togara, Everton, í blanka logni, aðstæður til togaratöku eru kjörnar. En hann svo ósvífinn og þrjóskur, skipstjórinn, George Mussel hét sá, og hann segir, ég ætla ekkert að stoppa, ég bara tek strikið á brott og þá segir okkar maður, Guðmundur Kjarnesteð, fyrst við stjórnstöð, óska leyfis eftir að skjóta á hann og fyrst eru viðvörunarskot og svo bara skot í skrokkin og þetta allt saman mjög vingjarnlegt. Kjarnesteð lætur þau boð ganga til togarans. Við ætlum að fara að skjóta núna, færðu mannskapinn aftur á eða fram á eða bara hvernig sem það var og skipstjórnin svara, Mussel segir, já ég búinn að því, you may shoot if you like, eitthvað svo leiðis og svo var þetta bara thank you, please og þar fram eftir göttunum og ég hitti þann kall, Mussel, hann var alveg frábær karakter og hann sagði, I have no hard feelings og mátt skila bara bestu kveðun til þessa kapteins Kjarnesteð en sumsé þetta voru ekki stríð í þeim skilningi að öllum brögðum yrði beitt og það var eiginlega varð okkur til haps. Ein loka spurning hér. Við erum þetta ekki eitthvað þú veist eitthvað þá segir landborg til að verja þessu stöðu sem var má segja í fyrra og í dag bara to be or not to be fyrir Íslandingur. Hvernig þetta má skilja í framtíðinni? Þetta jarðspenningasvæði sannkallað Guðni sem ég ekki viss að hafi vilja komið út á en við erum lentir í þessu, spurningin komið fram. Þetta var tilvista barátta fyrir Íslendinga með landhelginu og þú hefði þetta komið inn á það hér fyrir í kvöld með fiskveiðistjórnunina og þessar auðlindur okkar. Hvernig horfir þetta, ef ég skilði þetta rétt, við þér út frá spurningunum það að kíkja í blessaðan pakkan? Já.
þegar ég allir var fréttamaður sko, og þegar ég búin að vera 30 ár hér, og þegar á Ísland þeir kann ekki undirbúa nagla, en fóskur besti heimi. Þetta tengjast, þessi fóskur tengjast alveg mjög djúpt í sögu Íslandi. Já, sko, enda eins og sagði í laginu, þótt þorskurinn sé ekki skepna skýr, hann skömm hefur Bretanum á. Það skal ég segja í krafti minnar þekkingar á þessari sögu og þess að þekkja mitt heimafólk ágætlega, að í umræðum kosti og galla þess að í fyrsta lagi athuga með hugsanlega aðild að Evrópusambandinu og í öðru lagi að hugsanlega ganga í Evrópusambandið, verður alltaf litið til þessara átaka. Og mun frekar af þeim sem eru á móti hvoru tveggja. Fólk mun segja, við háðum þessa baráttu til þess að öðlast yfirráð yfir okkar auðlindum aldur og ævi. Eins og Guðmundur Kjærnested komst á orði eitt sinn, þegar við vorum að spjalla þetta einu sinni sem oftar. Hann sagði, ég leita á þetta sem framhald sjálfstæðisbaráttunar. Og svo bætti hann við, sko, ég alinn upp á Íslandssögu Jónasar frá Hriflu. Við mótuðumst af því. Þannig vil ég svara þessari spurningu, að í öllum umræðum stöðu Íslands í samfélagi þjóðanna og það hversu náið okkar samband á að vera við Evrópusambandið, verður alltaf litið til þessar átaka. En þá vil ég bara biðja að við áttum okkur á því að við náðum þessum árangri ekki einungis vegna þess að við vorum flinkir með klippurnar og að rétturinn var okkar megin, heldur líka vegna þess að hafréttur var að þróast okkur í vil og vegna þess að við höfðum þetta NATO-vopn í höndum og vegna þess að við vorum litlir, fáir og smáir og þú nýðist ekki á lítilmagnanum. Við verðum að horfa á þessa heildarmynd frekar en að taka bara út úr henni eitt hér og annað þar sem hentar okkar málstað hverju sinni. Ekki búa til þá fölsku mynd að ef við bara verjum okkar heilaga rétt, þá verði okkur alltaf borgið. Við búum í flóknum heimi og getum ekki bara látið sem svo að ef við ákveðum eitthvað, að þá verði okkar vilji. Þetta ekki lokaorðin, en svona næstum því? Er atkvæðagreiðslan 29. ágúst framhald af sjálfstæðisbaráttu Íslendinga? Já, sjálfstæðisbaráttunni lýkur aldrei og það auðvitað einn lærdómur þessara átaka, eins og ég nefndi hér fyrr, að þeir sem stóðu í stafni líta á þetta sem framhald sjálfstæðisbaráttunar og hvernig sem málum vindur fram, þá eigum við að geta annars vegar hort á þessa sögu á sínum eigin forsendum, bara hort á þetta sem liðna tíð, en svo hins vegar átt á okkur á því að þessi saga, rétt eins og saga þjóðveldisins og saga okkar Íslendinga frá upphafi til okkar daga, alltaf í eðli sínu samtímasaga. Við erum alltaf að grípa eitthvað úr liðinni tíð til þess að nýta í okkar samtíma. Og stundum finnst mér stjórnmálamenn ganga full langt fram í því að móta söguna eftir eigin sín hverju sinni, og þá kemur til kasta okkar nöldur púkana í háskólanum og annara og segja, þið getið ekki bara sagt sem svo að sagan hafi verið svona en ekki hinsegin, má ég benda á, og svo það ykkar allra hinna að vega og meta hver ekki hefur rétt fyrir sér, en hvernig þetta blandast allt saman. Munið bara alltaf að við höfum öll okkar hagsmuni þegar við erum að segja söguna, hvort sem það eru stjórnmálaforingjar eða sagnfræðingar, en kannski eru við óbundnari og kannski eru við á aðeins betri stað til þess að
geta lagt hlutlagt mat á hlutina og höfum ekki í huga að móta söguna eftir hagsmunum okkar í stjórnmálabaráttu samtímans. Fyrst og fremst eiga menn auðvitað að hlusta á hennar hlutlausu fjölmiðlamenn. Tala nú ekki það, en þá vil ég einmitt Fyrst þú glemtir að nefna þá. þá vil ég nú fá að halda því til haga að Morgunblaðið stóð sig afar vel í umfjöllun og þvílíkur heimildabanki fyrir okkur seinni tíma sagnfræðinga og alveg magnað að nefna til dæmis það að í þessum rannsóknum mínum þá get ég vitnað í það og nýtt mér frásagnir ungs hagfræðinema sem var sumarstarfsmaður á Morgunblaðinu, Geir Haarde, sem fór með Víkingi 3. á miðin rétt eftir útfærsluna 1. september 72, nú eða vitnað í ítarlegar lýsingar útsendara Morgunblaðsins sem fór á flokksþing Íhaldsflokksins í Blackpool og ræddi við Edward Heath, forsætisráðherra. Þetta var ungur laganemi, Davíð nokkur Oddsson. Árni Þórarinsson, síðar frábær glæpasagnahöfundur, hann var með annan fótinn í Hull og Grimsby. Þetta var stórveldi og hinn blöðin auðvitað stóðu sig vel en Mogginn í fréttaflutningi var fremstur meðal jafnminningja og ég nú ekki búinn að vinna fyrir kaupunum mínu núna, Stefán Einar? Jú, og má nú minna á að það ekki lengur fremst meðal jafningja því að jafningjarnir eru allir dauðir sem nú kannski ekki endilega til bóta. En þá ætla ég að fá að segja bara í blálokkin, af því að enginn ætlar að stoppa mig, þótt ég sé ekki á þeim stað sem ég var einu sinni, að það hefur verið líka mjög lærdómsríkt fyrir mig á óbeinan hátt að hverfa inn í þennan horfna heim 8. áratugurins núna og svo fyrri ára. Sko, það var ekki allt betra í gamla daga. Ef maður flettir blöðum 8. áratugurins, þá stundum alltaf að fara til fjandans á Fróni. Og mér bara svo minnist þetta núna því ég bara rétt fyrr í vikunni, eða fyrir nokkrum dögum, var ég að skoða árið 1976 og þá þar verið að kvart undan því, eða benda á, það Jónas stýrimaður, þið munið nú eftir honum, að þess að skólum var lokað vegna veðurs og hann átti ekki orð. Hvers konar aumingja erum við að ala upp? Við fórum í skólan, hvernig sem viðraði. Við brutumst í gegnum skaflana, við fórum í gegnum farveðrið og við komumst í skólan. Núna heyrir maður í útvarpinu, skólahald fellur niður vegna veðurs. Hvers konar veimiltítur eru verið að ala upp hérna? Og þetta 76 sko. Og svo eru við sem eru orðin gömul núna, við erum þessar veimiltítur. Þannig að það var ekki allt betri í gamla daga. Sannlega ekki. Guðni T. Jónasson, þakka þér kærlega fyrir frábært samtal. Þakka ykkur fyrir að koma. Rétt áður ég kveð ykkur út í sumarnóttina þá vil ég nefna það að júnímánuður handan við hornið. Við ætlum að taka fyrir nýja bók og af allt önnur toga þá, en það hins vegar bók sem ég veit að höfða til Guðna vegna sameiginlegs áhugamáls okkar. Það styttist í Reykjavíkurmaraþonið í ágúst og ég ætla að hvetja fólk til að lesa bók eftir Murakami sem heitir What I Talk About When I Talk About Running. Bók sem ég las fyrst þegar ég var að hlaupa maraþon hér í gamla daga og afskaplega áhugaverð ferðalýsing og sjálfskoðun og vangaveltur þessa heimsþekkta rithöfundar. Vandinn sá að bókin, hún löngu uppsett í íslenski þýðingu en hún á leiðinni til landsins í hinni upprunalegu útgáfu og verður hér í bókabúðum miðja næstu viku og þá munum við senda út póst og hvetja fólk til að útvega sér hana. Hún ekki löng og mjög aðgengileg og hún skemmtilega aflestrar bæði fyrir þá sem hlaupa eða hafa hlaupið, þá sem hlaupa á sig reglulega og ég alveg vissu það að við Guðni eigum eftir að skokka í sumar í góða veðrinu og velta vöngum yfir því sem að Murakami hefur að segja þau mál. Takk fyrir í kvöld.
frábært. bara án